Heilir og sælir kæri hlustendur og verið velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Þáttur dagsins, hann svona aðeins óhefðbundinn af því að ég verð kannski ekki beint spyrillinn. Það nokkuð, Kári? Nei, við ætlum meira að spyrja þig. En í undirbúningi mínum fyrir HM í ólympískum lyftingum fyrr á árinu, þá stakk hann Kári þjálfari minn upp á því að við myndum taka upp smá spjall þessa vegferð sem ég fannst mjög góð hugmynd. En við ákveðum að gera það eftir að ég væri búin, þannig að maður getur haft þetta samantækt. Og nú liður tíminn svo ógeðslega hratt að það komin alveg, 1,5 mánuður, held ég, síðan þetta var. Já, þetta Já, einmitt. En þannig að ég sem sagt ekki spyrillinn, heldur verður þetta bara svona óundirbúið spjall þessa vegferð og allt í kringum það og leyfa fólki svolítið að kynnast ólympískum lyftingum. Já. Það svolítið markmiðið mitt. Af því að það alltaf verið að spyrja mig, varstu að keppa í kraftlyftingu? Já. Og ég reyni að vera ekki pirruð og segja, nei, ég var að keppa í ólympískum lyftingum. Og fólk veit bara ekkert munin. Nei. Svolítið eins og þau verið að spyrja hvort nú er að keppa í fitness, þegar var að keppa í crossfit. Já. Ég var bara, nei, það er ekki heldur það samanleitur. Já, og svo þegar maður sér þetta líka stundum á MBL og Vísi, og þá er oft talað að íslensku keppendurinn hafa verið að keppa í kraftlyftingum. Ég man þetta var alveg svona, já það var meira kannski fyrir svona 4-5 ára síðan. Ja. Þá voru gömlu kallarnir á Facebook að missa sig yfir þessu að íþróttafréttamenn voru að tala þetta sem kraftlyftingar. Einmitt. Að því þetta alls ekki sami hluturinn? Nei. Bara alls ekki? bara mjög langt í frá Þótt að séu lyftingar með stöng þá er þetta ekki sami hlutur. Nei. En mér langar samt aðeins áður við förum í þetta spjall, svona aðeins kannski leyfa fólki að kynnast þér. Hver er Kári og hvernig var það til þess að þú fórst að þjálfa ólympískar? Já, þetta var ekki á planinu hjá mér. Ég var ekki með neitt svona, ég fór ekki í íþróttafræði eða eitthvað framhaldsnám í að verða lyftingaþjálfari eða bara þjálfari yfir höfuð. En þetta svona loðaði samt alltaf við mig. Bakgrunnur minn var, því ég var ungur, þegar ég var bara 17-18, að þá var ég mikið í kickbox og MMA og glímu og var að æfa fyrir norðan, bjó þá á Akureyri. Okay. Og svo flutti ég í bæinn 20 og var svona 19 og svona fann mig ekki aftur í því sporti. Fór aftur niður í Ármann, þar sem ég var sem barn, í útdeildina þar. Slysaðist inn í lyftingasalinn þar og sá þá menn í ólympískum lyftingum. Og mér fannst það bara ekkert eðlilega töff. Já. Þú veist, sérstaklega þessi gömlu kallar, Göndu sig og fleiri sem voru þarna bara grjótharðir að clean og jerka og eitthvað og ég bara vildi læra þetta. En á þeim tíma var náttúrulega crossfitið ekki kannski orðið jafn stórt. Þannig að það var svona rosa mikið... Svona jaðarsport. Já, svolítið jaðarsport. Þú veist, það var eiginlega enginn einhvern veginn í þessu. Og ég man þegar ég byrjaði, þetta er örugglega bara 2009, 10. Að þá svona crossfitið að verða stórt. Já, það er rétt að byrja. Já, þetta svona er svolítið samhliða. Og mér var pínu fyndið, ég var að tala um þetta einn í CrossFit-exi, þar sem ég er að þjálfa líka. Og varum að tala um það, ég man þegar við vorum 3 á landinu sem snöruðum 100 kíló. Og núna er það orðið bara svona frekar basic hjá strákum, okay. Það var þetta miklu minna, Og en maður svona, einhvern veginn, að því það var engin strúktúr og að því það voru svo fáir í þessu, þá fekk maður ekki kannski mikla kennslu og maður eyddi rosa miklum tíma í hluti sem voru bara óþarfir og voru kannski bara meira að vinna gegn því að maður yrði betri. En svo einhvern veginn bara svona eins og lífið er að þá kom einhvern veginn svona hluti til manns og það kom danskur þjálfari með weightlifting 101 skólan sinn. Hann var mikið að með Björgunni. Björgun Kall? Já, Björgun Kall. Hann Erik heitir hann. Og við svona náðum alveg svona þokkalega saman í gegnum þessar lyftingar og hann einhvern veginn bauð mig bara pína að spegla hann. Þannig ég fekk bara svolítið að fylgjast með honum og hvað hann var að kenna og hvernig og svona. Og það var svona fyrsta kynningi mín að kennslu í ólympískum lyftingum. Og svo bara þegar ég fór með fyrsta keppendunarmót sem var bara svona ágætt félagi minn að þá fann ég bara að mér fannst þetta eiginlega miklu skemmtilega heldur en að keppa sjálfur. Já.
og og ég held að ég sé yfirleitt sko stressaðri heldur en keppendurnir mínir á mótum á hliðarlínunni þótt að sjáist kannski ekki sko og mér finnst bara ótrúlega gaman að geta einhvern veginn fylgt fólki í þessari vegferð, þú veist, og líka svona hafandi sjálfur þurft svona kannski að ströggla pínu einn í þessu á sínum tíma með engan strúktúr og svona að geta boðið sérstaklega, þú veist, ungum strákum sem að byrja einhvern svona ramma, þú veist, og svo hefur maður bara einhvern veginn svona tekið þau tækifæri sem að koma, þú veist, það kom kínverskur landsliðsþjálfari til landsins fyrir frekar mörgum árum síðan, var með námskeið upp í XI og við urðum svona kunningjar eftir það og ég heyrði þessu honum aftur og hann kom með námskeið og var með námskeið upp í Sporthúsi og við urðum svona, já, kannski aftur kunningjar eftir það og þá gæti maður svona lært ennþá meira frá honum og þannig að það hafa verið svona nokkuð moment sem hafa einhvern veginn ýtt manni í, þú veist, þessa átt og svo bara einhvern veginn stækka þetta miklu hraðar heldur en maður átti von á, sko. Já. Heldur að crossfiti hafi svolítið lyftið svo mikið upp? Já, alveg klálega. Svo margir sem kynntust íþróttinni í gegnum það? Já, þú veist, alveg 100% og ég man alveg, þú veist, að svona, hvað maður segja, gömlu lyftingakallarnir fannst oft crossfiti vera svona eitthvað, hvað maður segja, gera lítið úr ólympísku með því að hafa þetta inn í einhverju öðru og þú veist, vera að fara úr því að snara, þú veist, 1-2 rep yfir í 30 rep en þú veist, ég held að crossfit hafi algjörlega verið svo bara algjör endurlífgun á ólympísku lyftingum og gert þær aftur að, þú veist, einhverju svona mainstream, allavega svona í áttina að því, þú veist, og kynnt þetta fyrir miklu fleirum. Sko þeir sem ekki vita og eru núna að hlusta og veit ekki muninn á kraftlyftingum og ólympískum, þá kannski förum við í það. Hvað eru ólympískar lyftingar? Þú veist, ólympískar lyftingar eru bara tvær greinar sem hún keppir í. Þú veist, það er snörun og clean og jerk. Það var þriðja greinin sem var clean og press, en hún var tekin út fyrir mörgum 20 ára. En snörunin og clean og jerki heldur sér. Og clean og jerk á íslensku er hvað, jafnhöttun og jafnhending? Jafnhending. Ég sé bæði, jafnhöttun og jafnhending. En er það ekki bara jafnhöttun og jafnhending? Jú, ég held að þetta sé... Clean og jerk? Já, clean og jerk. Og ég séð bæði notað fyrir bæði og vice versa. Þannig ég þori ekki alveg að fara með það hvort er hvað. Ég má spyrja Gwen bara. Já, það þurfti að spyrja hann. Það þurfti að fá hann í viðtalið. Hún fá svona alvöru gamla skóla sögur, sko. En kraftlyftingar hins vegar, ef ég fæ að skjóta því að fyrir þá sem er að hlusta, þá er maður að keppa í hnébeygju, réttstöðulyftu og axlapress. Bekkpressu. Nei, það er bekkpressu. Vá, sér, ég veit ekki eins og bekkpressu. Fyrirgeð, auðvitað bekkpressu. Auðvitað. Já, en strúktúrin þeirra held ég líka á þess að, nú er ég örugglega, ég er komin inn á eitthvað svið sem ég veit ekkert en strúktúrin þeirra er líka öðruvísi. Þú veist, mótin er öðruvísi, ég held að það sé ekki þessi klukka sem við erum með og ég ætla ekki alveg að fara með það, en ég held að þeir geti lækkað stöngina hjá sér í þyngdum, en ekki svo okkur þar sem hún bara hækkar. Já, við getum farið aðeins yfir þetta eftir, við förum með mótið mitt, svona hvernig þetta virkar, svona keppni. En líka sko í kraftlyftingum, þar er þetta bara hrár styrkur. Já. Þú veist, ekki eins mikil tækni. Já, þú veist, auðvitað er náttúrulega tæknipunktar í kraftlyftingum, alveg klálega, en þeir eru einhvern veginn svona miklu augljósari í ólympísku lyftingum. Þú veist, þú getur fengið mann sem er alveg bara svona stjarnfræðilega sterkur og látið hann snara og ég man þegar ég var að byrja að kenna þá fannst mér oft ótrúlega töff þegar strákar voru að koma úr kraftlyftingum með aflraunum og eitthvað og mætt á crossfit-æfingu eða ólympíska æfingu og snöruðu kannski bara 110 kg í fyrsta æfingunni sinni. En svo gerðist ekkert með það. Já, þeir bættu sig ekki að því að... Nei, að því að þú veist, tæknin og hreyfigetan og liðleikinn og allt það var skiljanlega ekki til staðar af því að þeir eru bara ekki búin að vera í þessu. En ótrúlega mikill styrkur til staðar. Þannig að ég held svona, þú veist, til þess að verða virkilega góður í ólympísku lyftingum þá þarf að hafa allt einhvern veginn. Þú veist, þú þarf að hafa hreyfigetu, þú þarf að hafa líkamsvitund, svona atletisisma, þú þarf ótrúlega mikið liðleika, en þú þarf líka ótrúlega mikið styrk. Þú veist, þannig að þú kemst ekki upp með að kötta neitt af þessu út. Opinbera veikleikamanns. Já, bara mjög
skýrt, Já. þú veist, og svona andlega segir þetta held ég, þú veist, erfiðast íþrótt sem ég hef stundað. Ok, hvernig það? Þú veist, það er bara mikið tauga á svona áreynsla að lyfta svona þungt og vera í svona sprengikraftsæfingum og svo líka bara þessi svona hinn bara svona andlega áreynslan að vera alltaf að henda þér undir einhverja þyngd og þú þarft bara annarkvort að grípa eða deyja, sko. Það er ekkert, þú veist, það er ekkert í boði að vera með neitt hik, sko. Og þá er meira svo auðveldar að vera í kickbóksi eða eitthvað sem einhver var að kýla því í hausinn því að þú vissir alveg hvað var að fara að gerast. Þú veist, það var bara óþægilegt í smá stund. Á meðan einhvern veginn lyftingarnar, þú veist, þú ert alltaf á challenge að því, sko. Já, einmitt. En já, ég var svo heppin að, eða heppin, já. Ég tók sem sagt ákvörðun það á síðasta ári að færa mig alveg yfir í ólympískar lyftingar og var þá svo heppin að fara að æfa hjá þér. Og þetta er náttúrulega löng saga og þeir sem eru búin að vera að fylgjast með mér á Instagram á Heilsuerla, þeir vita kannski aðeins söguna. En ég og Hrund Skeving, vinkona mín, við ætlum sérst að fara út að keppa í hittifyrra 2024. Já. En þá kom í ljós að ég var akkurat erlendis þegar það mót var, þannig ég fór bara ekkert að leggja áherslu á ólympískar lyftingar. Þannig ég hugsaði, ok, næsta ári. Þannig ég var bara með það í huga 2025, þá myndi ég keppa í ólympískum lyftingum. Þannig að haustið 2024, þá byrjaði ég í þjálfun hjá þér. Eða ekki? Nóvember held ég. Jú. Og ég og Hrund ætluðum að fara saman þarna út í maí. Gleymdum að skrá okkur. Já. Það er svo bara... Þetta var svona, hún var búin að vera með og hún var ekki alveg viss hvort hún ætlaði að vera með eða ekki og svo loksist við tókum ákvörðun, heyrðu, jú, við förum. Mengum á þetta, þá bara... Og þá bara, sorry, við erum bara skráningafrestur útrunnin og það var ekki sjans. Það er bara þegar keppendalisti birtur, Já, það er ekkit... það var bara ekki hægt að gera þetta. Þannig að við lærðum bara því. Já. Þannig ég bara skráði mig, það var Evrópumót. Já. Sem var einhver staðar í Asíu eða hvað heitir þetta? Nei, þetta var í var þetta ekki Albaníu? Nei, Albaníu, ekki það er Evrópu, Já. Evrópumótin er alltaf. Það er rétt, já, það var í, ok, ljósku moment Já. og það er þetta. En já, það var í Albaníu og já, bara strax eftir það, þá ákveðum við bara, fyrst við komumst ekki á EM, ákveður ekki bara að fara á HM. Nákvæmlega. Ég var búin að ná lágmörkunum. Já. Bara íslenska leiðin. Og já, þannig fyrsta stóra mótið mitt var heimsmeistaramót í Las Vegas, takk fyrir. Já, bæði sko miklu stærra mót og töluvert stærra ferðalag. Mjög langt ferðalag, mjög. Og svo kom það bara fljótlega í ljós að Hrund var meidd og hún myndi ekki koma. En ég ákvað samt bara að fara. Það er sjálfsögðu. Mér finnst það mjög vel gert, sko. Og sérstaklega að þú varst líka í þeirri stöðu. Þú veist, vinkonaðin var þarna úti. Vinkonan mín býr í Atlanta. Já. Og ég var eitthvað að spjalla við hann í símann og sagði að ég vissi ekki hvort maðurinn minn kæmist með. Þannig að hún sagði, heyrðu, ég kem bara. Já. Og það var líka, það var svona, mér fannst það að vera staðista ástæðan fyrir að því að þegar Hrund komst ekki út af þessum meiðslum, að þá var ég alveg svona á því að ég var svona byrjar undirbúin til það að fara að segja þér að fara ekki. Já. Þú veist, þó að það ekki fengið jákvæð upplifun á því að fara ein. Já. Þú veist, en svo þegar þess að vinkonaðin kom inn í spilið að þá bara, já, klálega, þú veist, þá er 100% að keyra á þetta. En svo varstu með annan keppanda á þetta líka. Jú, Steinunn fór líka út. Hún fór með dóttur sinni út. Plus. Já. Ríkala flott fyrir mynd. Já, bara Sjátt á Steinunn. Grjóthörð, sko. Bara, maður sjálfur eitthvað að vera þreyttur einhvern tímann á æfingu og þá getur maður alltaf að hugsa að hún er að keppa í 60 og hún er ekki kvarta, sko. Nei. Já, ég okkar sérst bara að skella mér og þegar maður er komið með svona stórt markmið sem er ekkert of langt framöndan, þá er ótrúlega auðvelt að mótivera sig. Já. Það er svolítið merkilegt. Ég hef aldrei upplifað þetta áður. Já. Svo núna til dæmis er ég aftur með markmið að keppa aftur á næsta ári, Já. en það er svo langt í það mót að ég er ennþá svolítið svona að koma mér í gír. Sko. Já, það er líka, það er svona eins og segja, þetta er rosa fín, þú veist, þú þarft að hafa eitthvað svona langtímamarkmið, en það hefur ekki sömu áhrif á þessu skammtímamarkmið. En svo má maður heldur ekki sko vera alltaf með skammtímamarkmið og vera alltaf í 5. gír. Og ég held að það séu svona helstu mistökin sem að flestir keppendur gera að sko, já, þeir eru í raun og veru bara of mikið í keppnisfasa. Þú veist, þeir eru kannski að keppa, þú veist, 3-4 sinnum á ári hérna heima, 3-4 sinnum á ári úti
og ætla að vera bara í píkstandi 12 mánuði á ári og það hægt í smá tíma. Þú veist, þú getur gert það í kannski 2-3 ár. Þeim eru yngri. Já, en jafnvel, þú veist, þeir sem eru yngri að þá, þú veist, þeir geta gert það lengur Já. en niðurstaðan er samt alveg svo sama. Þú veist, þú munt annarkvort meiðast eða fara í burnout. Og það er bara, eða bæði, sem er frábær blanda. Þú veist, og þá ertu komin á frekar slæmastað. Þannig að það þarf líka að finna þetta, þú veist, moment að geta, eins og þú gerir eftir mótið, það sem þú tókst bara mánuð og gerir bara svona vildir. Og ég var myndið að hvetja til þess að gera það, bara ef þú vilt sökkva þér aftur í crossfitið, endilega. Ef þú vilt fara að stunda bara fjallgöngur, bara flott. Ef þú vilt fara í padel, æðislegt. Þú veist, bara eitthvað sem þér líður vel í. Það þarf að vera gaman. Já. Man þarf að langa síðan aftur að byrja að æfa fyrir mót. Já. Það þarf að vera líka, sko, þú veist, auðvitað þarf að fara í gegnum, þú veist, tímabil og það mun allir íþróttamenn gera það, held ég, þú veist, og sérstaklega í lyftingum, þar sem maður er ekki alveg jafn mótiveraður innst inn og maður vill vera. Og maður þarf kannski að berjast í gegnum nokkur æfingar, en maður þarf samt líka að fá þetta moment þar sem að þú ert bara ógeðslega til í þetta. Þú veist, eins og þú ert kannski að fara að fá núna, þú veist, þegar jólastressið er allt búið og allt það og við sjáum, þú veist, það eru 5-6 mánuðir í næsta mót og þá fyrir svona kýtlið aftur að koma. Já, akkurat. Þá sér maður svona, ég er ekki að segja tilganginn, heldur maður sér svona einhvern veginn meira, já, það er auðveldara að, eins og ég sletti aftur, mótivera sig. Já. Þegar maður sér virkilega hvert maður er að stefna. Já, og það er ekki svona, eins og þú sögðum á, sko, þetta er ekki svona það langt fram í tíman, þetta er bara svona pínu óraunverulegt, þú veist, og þú fær svona, þú veist, þetta er ekki eins og þeir sem æfa fyrir Ólympíuleik eftir 3 ára eða 4 Já, ára, já, skilurðu, já, það er ekki þú veist, það er allt annar vinkil sem þú þarft að hafa á því, sko, þú veist, en mér langaði líka svona að spyrja þig, hvernig fannst þér, þú veist, þegar þú færði þig yfir í ólympísku lyftingarnar, fórst þá kannski svolítið úr þessum hefðbundnu crossfit-æfingum, hvaða mun fannstu? Sko, ég var náttúrulega búin að vera að ströggla svolítið með, sem sagt, ég fann bara að crossfitið var að hafa ekki góð áhrif á taugakerfið mitt. Og hlustundi mínir vita alveg, ég er oft búin að tala um það, að ég byrjaði að finna fyrir svona einhverjum breytingaskeiðseinkennum fyrir, 2 árum rúmum, og ég var ekkert að átta mig á því hvað það var fyrst, skilurðu. En það helsta var bara, ég var bara alltaf þreytt. Og sérstaklega því ég var búin að fara í háa ákefð og ég tengdi það ekki alveg strax. Þannig ég fann bara lyftingar hentuðu mér miklu betur. Ég var líka búin að vera að taka nokkur sumir þar sem ég var bara að hlaupa. Og ef þið fyrir Laugaveginn hérna eitt sumar, sem var rosa gaman og allt það og mér finnst virkilega skemmtilegt að þú veist, afreka það. En eftir að ég hljóp Laugaveginn í júlí 2023, þá hef ég valla farið út að hlaupa. Veist, kannski nema rétt bara svona skokki mjög rólega heitir með vinkonum og spjallað, skilurðu. En já, þannig að þetta er svo merkilegt, en það er bara það sem gerðist. Ég fann bara líkaminn minn, hann þarf bara lyftingar. Og ég held bara að konur eftir fertugt, þannig að alltaf vera að sína nýjar og nýjar rannsóknir, við eigum bara að lyfta. Bara 100%. Veit, ég hef meiri tíma í recovery á milli setta, því í CrossFit er maður svolítið svona hamast. Já. Þú veist, sem er líka alveg gaman stundum, Já. Ef þetta er stuttan tíma. Já, og þetta er alls ekki diss á CrossFitið. Nei, CrossFitið er alls frábært, ekki, þú veist, sett upp fyrir flest alla, geta bara komið, þarft ekkert að spá inn einu, það er bara æfingar på töflu, þjálfari sem leiði í gegnum það. Algjörlega, og ég fer á einu og einu CrossFit-æfingu ennþá, sko. Já, og það skemmir ekkert fyrir lyftingunum, sko, alls ekki. En eins og þú segir, sko, og það er alltaf að koma meira og meira í ljós hvað styrktaræfingar eru mikilvægar. Já, bara fyrir beinheilsu og fyrir, þú veist, svo margt annað líka, þú veist, ekki bara, og eins og fyrir konur á breytingarskeinu. Þetta jafnar hormónin einhvern veginn. Það er ekki þetta, flögt eins mikið. Og þetta er eiginlega, sko, þú veist, styrktaræfingar eru bara einhvern veginn eitthvað sem allir ætti að gera alltaf út ævina. Bara þú átt að byrja að snemma og þú átt aldrei að hætta. Þú veist, en það er bara mismunandi hvað þú gerir, hverju sinni, hvar þú ert og náttúrulega líka hvað markmið þú ert með og hvað íþróttum þú ert í. En þú veist, krakkar ættu líka að vera í styrktaræfingum, bara alveg 100%. Bara öðruvísi heldur en eitthvað sem er 18 ára, en þeir ættu klálega að vera í styrktaræfingum. Og ég held að það sé engin íþrótt sem að þú græðir ekki á styrktaræfingum. Nei, mitt. Pottþétt ekki.
alveg 100% En það sem mér finnst ólympískar hafa er það sem þú nefndir áðan. Maður þarf að hafa svo góðan hreyfanleika, þú veist, sem er liðleiki, en samt styrkur í liðleikanum, ekki bara liðug, og sprengikraft og góða hreyfigetu, þú veist, það er bara... Já, ég hef mitt sagt það stundum við aðra sem að þjálfa crossfit og menn hafa svona verið að diskutera hvað skiptir máli og hvað átt að gera og svona. Já. Og það er alltaf eitt sem ég fattaði, þú veist, að því að crossfit er náttúrulega svo víðtækt, þú veist, að gera allt saman. Ef þú fær einhvern sem er góður í olímpísku lyftingum og hann færi sig yfir í crossfit, að þá er hann eiginlega góður í öllu öðru líka. Þú veist, kannski ekki í fimleikum, af því að þú veist, það er svona meira sérhæft og sérstaklega hann er þyngri lyftari. En þú sér hann engan sem er með góð getu og hreyfigetu í snörun og clean og jerky vera að ströggla rosalega mikið í kettlebell hreyfingum. Nei, því hann er með góða líkamsmeðvitund. Hann er bara með góða líkamsmeðvitund, þú veist, og hann, þú veist, þetta eru svona íþróttamenn sem eru fljótir að læra og geta tileinkað sér nýjar hreyfingar. Svona sama svolítið á fimmleikarnir. Þú veist, þú færði eitthvað á fimmleikum sem fer að mæta crossnæðingar og hann er eiginlega góður í öllu nema honum kannski vantar svolítið meira svona hráastyrk, en þú sér hann hreyfa sig með kettlebell og það lítur bara mjög svona náttúrulega út. En er það ekki líka oft rosalega góður grunnur fyrir olímpískar lyftingar, fimmleikar? Jú, alveg 100%, sko. Stundum er fólk meira þess að aðeins og liðugt þegar kemur úr fimmleikunum. Það er svona vantar að geta haldið spennu á svona stöðum, þú veist, að því að kemst í einhverjar, þú veist, það kemst í líkamsstöður sem að kannski styrkur þeirra ræðir ekki alveg við. Já. En það er svona ákveðið lúxusvandamál samt líka bara, þú veist, það er auðvitað að laga það. Nákvæmlega. En hérna, ef við förum aðeins yfir undirbúningin minn fyrir þetta mót, að því vorum í því áðan, að eftir að sem sagt ég ákvað að fara á HM, þá fór ég bara alveg 100% það voru samt kannski bara 3-4 mánuðir sem ég var bara alveg 100% í olímpískum. Já, það voru svona 3,5, 4, já. Aðeins meira en 3. Já, ég tók sumari var í útlöndum og svo alveg júli, ágúst, kannski júní, já. En allavega að ég fann mitt ótrúlega mun og ég var alveg að bæta mig á þessum tíma og það sem ég gerði líka að ég spurði fólk á Instagram hvort að ég var svona aðeins að setja inn í story líka bara til að hvetja sjálfa mig að hvort einhver vildi fylgjast með og ég ákvað að setja það bara í close friends að ég er með svolítið marga á Instagram og ég vildi ekki vera að spamma alla einhvern veginn. Það myndi ekki breytast í einhver lyftinga Instagram hjá þér bara. Já, og mér fannst rosalega gaman hversu margir vildu vera með að fylgjast með þessu. Það var ótrúlegur áhugi. Já, bara ótrúlegur. Já, og það er líka, þú veist, það kemur á óvart, þú veist, bara eins og mastershópurinn sem við byggum til í kringum næsta svona stórmót, þannig að við getum öll farið út, þú veist, saman sem hópur. Já, það verður geggjað. Að, þú veist, áhugin er rosa mikill að núti og mjög svona fjölbreyttur hópur, þú veist. Ég meina bara, við erum með krakka bara niður í 16 ára og svo bara einhver 55 ára, 60 ára kona sem vil koma og læra og, þú veist, og pröfa þetta og finnur svo bara eftir smá tíma að þetta er miklu betra fyrir hann heldur en að, fyrir öll öðru, þú veist, miklu betra fyrir hann heldur en að mæta í spinning, þú veist, því að það bara, þú veist, þið fyrir að líða miklu betur í skroknum og eins og talar þú veist, hormónakerfið og allt saman, þú veist, það verður miklu jafnara. Nákvæmlega. En ég, sko, náttúrulega er búin að æfa crossfit síðan 2009, þannig ég kynntist olímpískum strax þá og mér fannst það alltaf ofboðslega skemmtilegu hluti af crossfitinu. Og ég hef alltaf verið með góða tækni og ég hef komst ótrúlega langt á því. Já. Og mér vantar alveg styrkinn, þú veist. Hann er að koma. Já, hann er 100% að koma. En þú veist alveg með, þú veist, ég man bara þegar við byrjum að vinna saman, þú veist, að það var tæknigetan og hreyfigetan var alveg mjög góð, þú veist, og það þurfti ekkert að vinna í þín eitthvað frá grunni, en það vantaði svona styrkt á svona ákveðnum stöðum. Já, algjörlega. En svo fannstu það alveg bara með, ég vona að fundi það, að með svona ákveðnum aukaæfingum að þá fór þetta svona að hitta meira. Ég hugsa alltaf bara trust the process. Já. Trust the process. Já. Ég bara gera æfingarnar og þær skila sínu. Já. En ég líka bara rosa dugleg núna að hlusta á líkamann. Þú veist eins og við byrjuðum að ætla að hafa 4 æfingar á viku núna. En ég fann bara að það voru mikið þannig ég kom niður í 3. Já, og það er líka bara, þú veist, það er, þú veist, flest allir sem að æfa, þú veist, svona af einhverju ákefð, hefðu gott að því að slaka þessu á.
þú veist, í raun og veru, sko. Já. Þú veist, ef þú sér aftur við tökum CrossFit sem dæmi, fólk sem var að mæta 5-6 sinnum í viku, þú veist, og á fullir ákjöf og þú sér bara liggur í gólfinu eftir hverju einustu æfingu. Já, líka mér fær þá aldrei tækifæri til Nei. sko, jafna sig. Nei, þú fær aldrei tækifæri til að jafna þig, sko. Og það ekki nema í þessu recovery þar sem þú finnur og líka með fær tækifæri til þess að verða betri. Þú veist, en ef þú gefur honum aldrei svigrúm til þess, að þá ertu bara að brenna kerti báða megin. Og eins og tölum áðan, þú veist, þá ertu annarkvort að vera meðast eða eitthvað svona burnout einkenni. Já. Undirbúningurinn minn, sko markmið mitt var að vera meiðslalaus. Já. Og það gekk. Já. Og það hefur ennþá verið þannig. Já. Þú veist, það hefur ekkert verið. 7-9-13. Já, 7-9. Og það er, og ég rosalega meðvituð og ég hef alltaf verið rosalega meðvituð. Ef ég finn til, þá stoppa ég. Já. Og ég hef bara alltaf verið þannig. Ég veit ekki hvort ég sé ofskynsum stundum, en ég meina, ég tap ekki á því. Ég frekar þá get komið sterkar inn á næstu æfingu, skilurðu, og ekki mista af þeim. Ég hugsaði bara svolítið þannig. En og aðalmarkmiðið í Las Vegas var raun og veru bara að sigra sjálfa mig. Ég til fyrsta skipti að keppa á stóru móti og að ná öllum lyftunum mínum gildum. Er það erfitt, myndirðu segja? Alveg klárlega, þú veist, og það er oft sem að mjög oft þegar fólk kemur á sitt fyrsta mót og það kemur og segir við mig, þú veist, þú veist, við eigum þetta og þetta í snorrun og clean og jerky og mér langar að ná því eða bæta mig. Ég er svona, já, byrjum bara á að klára, byrjum bara á að mæta, byrjum á því og sjáum hvernig þú bregst við stressinu. Af því þú hefur eflaust fundið að, þú veist, það er öðruvísi að keppa hérna heima heldur en að vera á æfingu. Hvað þá þú ert komin út í eitthvað svona stærra svið. Það gerðist eitthvað ótrúlegt þarna úti. Ég hef aldrei á ævinni upplifað svona mikið sjálfstraust. Já. Þú veist, ég varð ekki í nýttingu neginn stressið til góðs. Já. Og ég veit ekki, ég var greinilega bara mjög andlega vel undirbúin undir þetta, af því að ég horfði bara stöngina og ég geti þetta. Og ég bara labbaði að henni og bara... En varstu búin að gera eitthvað fyrir til þess að reyna að komast að þessari niðurstöðu? Hvaða niðurstöðu, meinarðu? Þú veist, að finna þetta sjálfstraust. Varstu búin að gera eitthvað? Ekki með þetta? Nei, ekki með þetta. Ég var ekki búin að vera einhver sérstaklega andlega þjálfun eða eitthvað. Ég er náttúrulega búin að vera í rosa andlegu ferðalagi undanfarið, bara að vera rosa svona hægja á í lífinu og bara auka meðvitundina og ákvað ég er að beita athyglinni og ég er rosa mikið að spá í þakklæti og allt svona. Ég hef alveg verið jákvæða eðlisfæri frá því bara ég man eftir mér en svona síðustu ár hef ég einhvern veginn verið ennþá meira að fókusa á það sem skiptir í raunverulega máli í lífinu. Þannig ég var bara svo þakklátt að fá að vera þarna og geta þetta, 45 ára, að geta lyft og gert það sem er skemmtilegt og lyft þessum þyngdum og án þess að vera meitt og það veist, ég veit ekki hvað það hefur hjálpað. Hefur 100% gert það sko, fyrir þig, bara klálega virkað. En þetta var svo geggjuð tilfinning, þetta var svo geggjuð tilfinning. Og Sigga var á símanum að taka upp, þú veist, þetta Sigga vinkona mín sem var með mér. Og tók upp lyftinu, við ætluðum eitthvað að reyna að vera live, það var náttúrulega bara ekki hægt, af því hún var líka með þig í símanum að tala við þig og spyrja hvernig ég ætti að hitta. Hún fekk stórt hlutverk þetta sem tæknimaður, greið konan, bara, hennar var hent alveg bara í dýpstu laugina, sko. Já, og hún vissi ekkert ólympískar lyftingar fyrir. Nei, hún vissi bara learned by doing, sko, bara alveg 100%, sko. Hún var svo mikið stóð og stytta, ég er svo ótrúlega þakklátt að hún hafi komið með mér þarna út, sko. Og ég hefði ekki getað verið í betri höndum dagana fyrir, því ég var hjá henni í 3 sólarhringa úti áður við flugum upp til Vegas og hún er rosalega heilsusamleg. Já. Og ég þurfti aðeins að kötta, það er búið að breyta þyngdarflokkunum. Já, ég sá mig þarna þegar hún sendi mér mynd af einhverjum smoothie þarna sem hún bjóð til hérna sem var bara... Detox. Já, bara, þú veist, náttúra í glasi, bara alveg, þú veist... Einmitt, alveg sítróna, ingefær og kál og ég veit ekki hvað. En þetta var svo geggjað, en sem sagt, flokkarnir voru ég var að keppa í mínus 71 kg flokki sem var svo breytt í mínus 69 kg flokk. Þannig ég vissi að ég yrði svona dansandi á línunni og ég var búin að vera svona 70 kg og þú sagði samt ég þyrfti ekki að hafa neinar áhyggjur af þessu. En ég hafði samt smá áhyggjur út af sko ferðalaginu, maður safnar bjú.
það var aðal áhyggjuefni. Já, og maður myndi alveg hafa, þú veist, ég hefði haft meiri áhyggjur af því ef þú værir ekki búin að vera, þú veist, að vinna sem flugfreyja. Já. Þú veist, að þá svona vissi ég, ok, þú veist, það eru, þú veist, klálega eitthvað koma, en eflaust minna heldur en hjá einhverjum sem væri ekki með öll þessi flug á bakinu. Já. Hef ég eitthvað fyrir mér í því? Nei, Getur verið, bara algjörlega mín tilfinning. Áhugavert pæling, já. Þú veist, bara, já, eitthvað sem kom til mín, sko. En long story short, þá steig ég á viktina á keppnisdagsmorgun og, eða sem sagt, viktinu var ekki fyrir klukkan 3. Þetta var ótrúlega aðstæðan, þannig ég borðaði vel ekkert morgumat, ég var bara rétt að fá mig smá vatn og því ég var áhyggjur. En svo endaði mig því ég var 67,7 Já. Látt undir. Já. Og þá var ég bara, ég hefði ekki morgumat. Og það var líka, ég fekk pínu svona, ég fekk smá svona, smá áhyggjuskot þegar það kom. Já. Af því að þá hafði ég svona áhyggjur því að þetta detox hafi verið kannski eitthvað. Orkuleysi Já, eða eitthvað. en væri kannski aðeins svo mikið, sko. Nei, en það var alls ekki. Ég var með 100% orku. Ég var búin að næra mér rosalega vel. Já. Bara vikuna á undan og daginn á undan. Og ég fór með svo að ChatGPT til þess að fá bara nákvæmlega hvað ég ætti að gera til þess að fara úr 70 kg niður 69 á 3 dögum. Já. Og án þess að ég væri að fara að keppa í Ólympískum og án þess að tapa orku. Já. Og það bara var mikil vatnsdrykkja nokkra daga á undan og svo daginn á undan bara mjög lítil vatnsdrykkja og lítið kolvetni því þau binda vökva. Bara svona sem hefðbundna vatnslosun. Já, en sem að fólk sem er að hlusta veit er Nei, klálega ekki, sko. Og mér fannst þetta bara mjög áhugavert. Svo hitti ég eina sem hefði verið að keppa í kraftliftingum og hún sagði bara skyrpa. Já. Og ég bara, skyrpa? Hún bara, verður bara allan morgun að hrækja munnvatninu þínu. Og ég hafði aldrei heyrt þetta. Þannig að það greinilega svínvirkaði. Já. Þú veist, hún sagði mér að borða eitthvað súrt hlaup, ég var nú bara með tyggjó og eitthvað. Já, þú veist, það eru alls konar, þú veist, ég man eins og þegar maður var hérna í júdóinu þessu, þú veist, þá voru menn að fara í sánu með, kreditkortið sitt og strauja svitana af til þess að fá meiri, sko. Þetta er náttúrulega, að þessu leitinu getur þetta orðið óheilbrigt. Já. Þú veist, sport, ef maður er tæpur og þyngdarflokk. Þetta er svo stórt bil. Já, og líka núna, þú veist, með breytinguna á þessum þyngdarflokkum að þá virðist það stækka ennþá meira. Já, af því að fyrir neðan mig er -63 og fyrir ofan mig er -77. Já. Ég er ekki að fara að þanga. Nei. Þú veist, ég er ekki að þyngja mig 8 kíló. Nei, þú veist, það væri rosalega mikið, sko. Og aftur, þú veist, maður myndi heldur ekki vilja fara niður. Nei, veist, þá er þetta bara orðið óheilbrigt, sko. Og ég er algjörlega þeirri skoðun, sérstaklega hjá ungu fólki, að vera ekki mikið að fara niður. Nei. Þú veist, það er ekki, frekar upp. Og eiginlega bara svolítið að leyfa þér að finna hvar líkaminn vill vera. Þú veist, ef þú ert í heilbrigðu ástandi, að hvar líður líkamannum best. Nákvæmlega. Og svo bara fekk ég mig fullt af næringu, bara einhverja hrískökur með banana og hunangi og hnetusmjör og morgunin var ég búin að vera að borða alltaf mikið samt svona eitthvað möndlusmjör. Nokkra skeiðir af því. Þú veist, þannig ég hafði alveg orku. Já, þetta var náttúrulega létt en samt rosa mikið að hita einingum, sko. Akkar, þannig en maður lærir rosalega mikið af þessu. Já. Þannig að núna, þú veist, er ég miklu svona, hvað segir maður, tilbúnari að keppa aftur í einhverju svona og nú veit ég út í hverju fara og... Já, líka kannski eins og þú segir, þú veist, þú hefur farið í gegnum hana prósessinu svona áður, þú veist, þannig að það er eðlilega, þú veist, auðveldara að fara í gegnum hana aftur. En mér er svolítið áhugavert eins og þú talar hérna upplifunaðina áðan, þú veist, að reyna að finna svolítið hvar, þú veist, í hverju hún lá, þú veist, hvernig varð hún svona jákvæð, þú veist, að skoða það svolítið. Veist, hvað var það sem virkaði fyrir þig til þess að þér liður svona vel? Sko það var náttúrulega líka engin pressa. Já. Það var engin pressa að vera einhverju sæti eða ná ákveðnum þyngdum eða... Nei. Það líka gerir útrúlega mikið fyrir hausinn. Já. Taka pressuna af. Já. Ég reyndar held ég vinni ágætlega undir pressu. Já, ef þú gerir það. Það verður spennandi að sjá í framtíðinni. En ég tók, ég sem sagt, náði öllum lyftunum mínum gildum, var eina af 17 konum í mínum flokki sem náði öllum lyftunum mínum gildum. Já. Og það, eins og segi, það er alltaf
að mér finnst besta fyrsta markmiðið. Já. En á næsta móti þá myndum við alveg vilja sjá kannski Já, að reyna að maksa í síðustu. já, þú veist, að þá mætti þú veist, að því að þá ef það væri allt gilt að þá myndum við líka fá út úr því þú veist, geggjaða tölur en þá væri kannski ef að síðasta myndi klikka þá það væri ekki jafn mikið markmið að vera með 6 og 6. Nei, einmitt. Sko þeir sem ekki þekkja ólympískar, þá færðu bara 3 tilraunir við snörun Já. og þú mátt ekki létta stöngina. Þannig að segjum bara ég vilja byrja í 50 kílóum, svo gerir næsta manneskja sem að keppa kannski 50 kíló og svo önnur 51, 52, svo ég kannski næstu 53 kíló og þá tek ég lyftu og ef ég feila á henni, þá get ég annarkvort tekið sömu þyngd aftur eða ég má þyngja en ég má ekki létta. Já. Og þú færð það náttúrulega líka bara ef þú þarft að lyfta á eftir sjálfur þér þá færðu bara 2 mínútur í pásu. Annars 1 mínúta, alltaf á milli. Já, og það getur verið ef þetta er fjölmennur hópur sem að keppa og eins og tókst dæmi með byrja í 50 og svo næsta eftir 53 og svo sjáum við ok, fyrir ofan okkur eru 3 að fara að taka 54 kíló þá gæti alveg sniðið að hækka upp í 54 eða jafnvel 55 til þess að láta þær taka lyftun og sínar á undan þannig að við getum fengið meiri pásu til þess að þetta er svolítið skemmtileg ríkgrúpa og svona og undirbúa okkur fyrir frekar næstu lyftu þú veist og þetta er alveg svona mind game. Já, þú veist og menn eru mjög svona misgóðir í þessu brasi með þyngdina sko og þá verð ég að taka sérstaklega fram Ingi landsliðsþjálfari, hann er alveg bara hann er búinn að mastera þetta sko að búa sér til mínútur og pásur með því að hækka og breyta þyngdinni sko ég er alltaf að reyna að pikka upp smá frá honum hvernig hann fer að þessu sko því hann er einhvern veginn alveg búinn að hann sér þessar tölur eitthvað öðruvísi en við hinn sko, hann er alveg með þetta allt upp á 10 sko. Sko ég var líka svo heppin þarna úti að því að þú náttúrulega varst í fjarsambandi en það er náttúrulega pínu öðruvísi. Já, það er ekki alveg það sama. Já, en ég var svolítið heppin að það var þjálfari þarna úti sem sagði bara, ertu ein? Já. Bara, ég skal hjálpa þér. Því ég var heit upp á sama pallu hans iðkandi. Já. Þannig hann var bara ógeðslega næs. Já. Og hjálpaði mér. En það fyndna var að hans iðkandi var svo sem ég var að keppa við innan gæslappa. Já. Við vorum head to head og hún feilaði svo á síðustu lyftinni sinni, þannig ég var 7. sæti, hún var í 7. sæti á HM. Það er líka, þú veist, að því að þetta er einstaklingsíþrótt, það sem þú ert að keppa aðra, en þú einhvern veginn svona, þú veist, það er meira þetta að reyna svona að skáka í þessu, þú veist, og það er alveg hægt að beita svona litlum þú veist, hvað maður segja, brögðum til þess að ýta hinum til þess að þurfa að fara að lyfta eða þurfa að taka ákvörðun að annarkvort að lyfta strax á eftir sjálfum sér eða þá að fara að hækka og geturðu, mér finnst ljótt að segja, þú veist, geturðu ýtt honum í það að þurfa að hækka of mikið, þú veist, þannig að hann ráði ekki við það, þú veist, en mér finnst alltaf, þú veist, fókusun á alltaf bara fyrst og fremst á hvað henta þér, þú veist, ekki fara að fórna þínum lyftum og þú veist, þinni upplifun á mótinu að því að þú ætlar einhvern veginn að reyna þú veist, skáka einhvern annan til að gera mistök, þú veist, ég held þú græðir aldrei á því maður þarf bara að hugsa sjálf sig. Já, en þess vegna er svo mikilvægt að hafa þjálfara. Þú veist, ég fann það alveg þarna úti, þú veist, að það var ótrúlega gott bara, en ég man að þú sagðir eitthvað svona prófaðu 70 hvað endaði ég eins og ég man það ekki, 76 já. 76 og þú spurði hvort ég vildi prófa hærra en ég fann bara, ég alveg nei. Já. Þú veist, þannig að maður má greinlega segja Já. Nei, ég segir svona. Þú veist, þetta á alltaf að vera samtal, þú veist, alveg 100%, ég er alveg á því, þú veist, þetta á ekki að vera eitthvað svona blind. En ég sé ekki eftir því, þú veist, það voru þarna 3 lang efstar sem enginn hefði hvort sem mér geta náð. Nei. Ég var ekkert endilega að keppa við neitt. Nei. Þú veist, mér langaði bara svo að ná mínum lyftum og gera þær vel. Já. Og ég sagði líka, við vinkonum mínar sem voru að horfa, ég sagði, ég er ekki sterkust, en ég ætla að gera flottustu lyft. Já. Og ég vil meina að við höfum klálega náð því. Við náðum því. Já. Og það, veist, allar vinkonum mínar, þær keyptu Stream. Já. Það eru aldrei séð ólympískar lyftingar áður, voru vaka láta að horfa á mig með þetta svo vænt um það. Já. Og þær sögðu bara, þú veist með langflottustu lyftunar og mér þykir rosa vænt um það. Því þú getur líka alveg séð það, þú veist, ef þú ert ekki með neina, sko maður segja, þú veist, reynslu eða hefur horft á lyftingar áður, það er alveg mjög augljóst hvenær þetta er fallegt og hvenær þetta er flott versus hvenær það er ekki, þú veist, hvenær þetta er eitthvað pínu ströggl og svona hamagangur og það er alveg gott að fá, þetta er eiginlega besta feedbacki sem hún gast fengið að einhver vinkonunnar sem horfði á þetta, sem hafa ekki reynslu sögðu bara,
þetta var bara langflottast hjá þér, þú veist, af því þær hafa enga, þú veist, það er ekkert sem að spillir þér, nei, bara sjá bara hvað þetta er mjúkt og smúð, bara heyrðu, þetta var geggjað. Nákvæmlega. Þannig að sko ástæðan fyrir mig langaði nú líka að samþykti að taka þetta spjall var bara þetta, að segja öllum sem er að hlusta, það er aldrei of seint að byrja á nýrri íþrótt, aldrei. Bara 100%. Þú veist, ég var 44 ára, þegar ég byrjaði að æfa ólympískar lyftingar. Já, og nú erum við á leiðinni, þú veist, í næsta verkefni sem er bara Belgía 2026, þú veist. EM og svo HM vonandi. Í Grikklandi. Já, það var að fyndi að kona var ekkert eitthvað alltaf spennt að koma með til Belgíu en hún var mjög til að koma með til Grikklands. Það var ekkert mál að samfara í það. Nei, ég skil það. Tölur svona skemmtilegri staðar, kannski til að bíða á milli keppanda, sko, til á ströndinni í Grikklandi. En hvað myndir þú segja að einkenni einstakling sem er góður í ólympísku lyftingum? Sko, stór spurning. Ég held að það sé náttúrulega fyrst og fremst þarft að hafa, þú veist, þennan íþróttagrunn, þú veist, styrkin, liðleikan og allt það. En svo finnst mér að vera svona það sem að ég hef alltaf haft meira og meira áhuga á hjá mínu keppnisfólki er að svona reyna að fá þau til þess að átta sig á hvað virkar fyrir þau. Þú veist, hvað er það sem að hjálpar þeim í að performa sem hæst. Og þess að þú talar áðan, þú veist, hvernig finnurðu, þú veist, þetta þakklæti, þú veist, fyrir að vera þarna og þú veist, þetta var rosa jákvæð upplifun. Þú veist, hvernig geturðu komist þangað aftur, þú veist, að móti sér jákvæð upplifun. Geggjaður punktur. Og líka því að það er rosalega persónubundið. Þú veist, þú ert með keppendur sem að þurfa svona meira, kannski svona, þú veist, innan gæðsalapa dýpra pepp, þú veist, þetta þarf að vera svona aðeins rólegra og þetta þarf að vera meira svona kannski yfirvegun og meira svona one-on-one spjall bara, en svo sumir sem virka bara að, þú veist, að fá þetta svona, hvað maður að segja, hávaða pepp sem að maður svona, eitthvað sé meira staðalímyndin úr lyftingum, þú veist, að slá í axlir og öskra hátt á hliðarlínunni, þú veist, og fyrir suma virkar það bara ótrúlega vel og það er það sem að hæpar það upp og það er þá klálega það sem að, þú veist, maður þarf að gera til þess að koma honum í gang. En svo eru sumir sem þurfa eitthvað annað. Það er einmitt svolítið fyndið, sko, að fara úr því að keppi crossfit, þar sem er læti og tónlist og fullt af fólki, yfir í ólympískar, þar sem er þögn næstu því og þú ert einn á pallinum, öll athyglin á þér. Þetta er bara allt öðruvísi. Þetta er bara... Og þetta er, eins og þú segir, þetta er alveg svona sviðskrekkur sem fólk fær, þú veist. Og það er einmitt þessu tölum áðan, þú veist, að fyrsta markmiði á fyrsta mótinu á bara að vera, þú veist, klárum bara mótið, þú veist, bara komast í gegnum það, þú veist, leiðið er bara að vera stressaður og leiðið er að finna, þú veist, allar þessar tilfinningar sem eru að fara að koma, því að, þú veist, þær eru að fara að koma, þú veist, það er bara spurning hvernig þú ætlar að díla við þær, sko. Sko, talandi tilfinningar, ég leyfði nú alveg fólkinu í Close Friends að fylgjast með öllu. Og mér fannst það bara eitthvað svo eðlilegt og ég var bara svo þakklátt fyrir að allir voru að sýna sér svona mikla athygli. En bara leið og ég labbaði út af pallinum í 3. lyftunni, þá fór ég bara hágráta. Bara hágráta. Ég bara þvílíkir tilfinningar rúss í baninn. Ég upplifði einhvern veginn, þó ég hafi upplifð með ótrúlega bara rosalegt sjálfstress, ég geti þetta og allt þetta, bara lema á búinn. Ég held að þetta hafi bara verið svona yfirþyrmandi tilfinning, vá, ég náði markmiðinu mínu. Ég náði einhverju sem ég er búin að leggja ógeðslega mikla vinnu í og þetta er mögnuð tilfinning. Þetta er bara, þetta er ekki hægt að lýsa þér. Nei. En hvernig fannst þið þá líka síðan, þú veist, dagarnir og vikurnar eftir? Sko, ég mitt hef alveg heyrt svona eitthvað blues sem fólk fær, þú veist, eftir alls konar, það er búin að ná stóru markmiðum. Og ég upplifði það ekki beint á eftir. Hvernig ég var ennþá bara svolítið svona hæ og líka því að ég var bara búin að ákveða að taka þarna einhverja 6 vikur í eitthvað allt annað. Veist, þannig að það kom aldrei einhver rosalega lægð. Nei. Af því ég fann bara, jú, af því að svo var haustmótið 2 vikum eftir ég kom heim. Alveg rétt. En við mættum líka það bara svona pínu frílans. Þú veist, það var bara svona stemningsmót. Þú veist, koma að vera með, þú veist, þú varst ekki búin að
Ég var búin að taka eina Já, æfingu. eina æfingu fyrir held ég. Fyrir, Þú veist, já. bara svona aðeins til þess að hreyfa sig og sjá hvernig stemningin væri. Og þannig að það var meira bara svona til þess að fá fleiri mót undir beltið, af því að þú veist, eins og þú sagðir áðan, þú ætla að byrja svolítið á öfugum enda, þú veist, einhvern veginn strax komin á HM einhvers staðar langt út í heimi. Þú veist, þannig að það vantaði líka þetta að fá svona fleiri, bara fleiri mót, þú veist, af því að Ég held ég hafi keppt á 3 mótum á Íslandi já, ever. já, Og svo, þú veist, og svo HM bara, já. Af því það er alveg, þú veist, að geta tækla það síðan að fá, þú veist, neikvæð upplifun. Af því það mun gerast Já. bara hjá öllum íþróttamönnum, Já, þú auðvitað. veist. Það er þá sem reynir á hausinn. Já, þú veist, þegar allt smellur og allir er komið að gegja það, þá er þetta bara gaman. Einmitt. En svo þegar þú mætir og þú veist, þú tekur fyrstu liftuna og þú veist, hún er búin að vera bara allt búið að ganga vel og svo ferðu út á pall og þetta er bara eins og að lifta bíl, þú veist, og þú finnir bara takturinn er bara ekki þarna og þú veist, og svo fyrir hausinn á milljón og stressið og að geta komið sér í gegnum það, það verður síðan Og líka skóli ef sem allir maður þurfa að fara í myndi gegnum. feila á fyrstu 2 snörununum Já, og eiga svo bara eina eftir og verða ná henni. já, Það er örugglega svakalega andleg pressa. já, það er það sko. Og þá kemur aftur þarna, þú veist, regludæmið að þú veist, ef þú nærð yngri snörun og þá, þú veist, þú mátt taka clean and jerkið en þú færð enga þyngd, þú veist, samanlagt. Nei. Þannig að mótið er ekki, þú veist, þú átt bara ekki möguleika á að ranka neinstaðar á listanum. Þú getur ekki einu sinni inni medalíu fyrir clean and jerky. Nei, akkurat. Já, ég glemdi nú að klára á það því ég var að segja að maður fær 3 tilraunir í snörun, svo þegar allir eru búin að keppa í snörun, allir keppendur í þessum flokki, þá er hittað upp fyrir clean and jerk og sama þar. Maður fær 3 tilraunir og bara þyngdstöngin, ekki létt. Þannig að Og svo er náttúrulega líka þetta, þú veist, með kannski munurinn á, þú veist, ólympísku lyftingunum og crossfitinu að, þú veist, það er náttúrulega miklu stífari reglur í ólympísku lyftingunum. heyrðu mjög. Ég bara var að læra alls konar þegar ég var að æfa. Ég var svo heppin, ég tók æfingu með Önnu Guðrúnu sem fór líka út að keppa og Steinunni. Og Anna Guðrún, hún er reynslubolti, hún að keppa átt. Og hún sagði, heyrðu, beltið þetta er of breitt. Ég er, þá má það bara ekki vera en breiðan 10 cm og mitt var 12. Já. Þannig að sem betur fer sagði hún með þetta, þannig ég fór að keypti nýtt belti. Hún kendi mig líka, ég má ekki sleppa stönginni fyrir hún komið fram hjá andlitinu. Ég vissi það ekki eins og Var ég ekki múin að segja það? Örugglega ég gera það greinlega bara aldrei. Nei, Skilurðu? það er eitthvað, þú gerir það held ég aldrei, sko. Þannig að ég hef bara aldrei þurft að spá í það. Ég fylgi henni alltaf eftir. Já. En hérna ég lærði the hard way á fyrsta ólympíska mótinu mínu. Það er svo mikið crossfit þegar maður er búin að sleppa stöngin niður í golf að þá steig ég á stöngina til þess að stoppa á myndi skoppa. Það var bara no. Já, það er svona, það er svolítið skemmt fyndin regla, sko, að því að við á Vesturlöndum tengjum ekki til þetta. Þú veist, bara, þú ert útskýrt fyrir fólki það bara af hverju, þú veist, þá er þetta í... Þetta er svona vanvirðing. Já, sérstaklega í hérna Arabaríkjunum og svona Mið-Asíuríkjunum að þá er fætur og skór eitthvað sem eiga ekki að vera annars staðar en á gólfinu og þá er það einhver rosa vanvirðing hjá þeim, sko, og þá var þetta bara sett inn að ekki snerta stöngina með fætina. Þú má ekki vera með úr. Já, þú mátt ekki vera með úr, þú mátt ekki vera með, þú veist, þú mátt vera með vafningu um úlliðin en það má ekki tengjast þumlinum, þannig að þú veist þessi teygja sem allir þekkja. Og teipið þetta þumlinn má ekki fara fram fyrir nöglina. Já. Ég er eitthvað nýbúin að læra alls konar skemmtilegt. Og það er líka svona litlum atriðum sem að hérna, þú veist, og það er mjög oft sem ég gleymi einhver af þessu, sko. Þú veist, og þá þarf maður bara að halda feysu og láta þessum maður hafi bara, þú veist, gleymt þessum tímabundið, sko, en það er alltaf eitthvað sem maður er að læra sjálfur, sko. Já, þetta er... En allavega, mér finnst ótrúlega gaman að vera komin yfir í þetta sport og þetta er svo ótrúlega fjölbreytt einhvern veginn. Og hérna, ég tók upp mitt æfingu í morgun með Hrund og við vorum að gera hérna snatch deadlift og þá var ég myndi bara, vá, langt sem ég gert þetta er ótrúlega gaman af því að það er svona mismunandi. Já. Man nær kannski að gera bara hverja æfingu einu sinni í þessari mánuði eða þessari, fyrir utan náttúrulega snurrunin og klínu tyrki, en ég er að menna auka æfingarnar í kring. Já, af því að svo er þetta líka, þú veist, að prógramera þetta er alveg svona, það er frekar mikið chance af því að þú vilt einhvern veginn, og mín hugmyndafræði er svo, þú veist, að það verður rosa leiðilegt að gera saman hlutin aftur. Já, ég veit það. Sérstaklega maður er að æfa alltaf einn. Já, og þú ert alltaf að gera sömu æfinguna aftur, það verður þreytt.
hvernig ætlar að gera það í íþrótt sem að eru bara 2 hreyfingar, þú veist, að það er ákveðið challenge, en það er þá þetta, þú veist, að aukaæfingarnar séu bara nógu fjölbreyttar, en svo mega þær heldur ekki vera ómarkvissar. Þannig að þetta er svona svolítið fín lína á milli að láta þetta allt hafa tilgang en samt að hafa þetta fjölbreytt, þú veist. Og það er svona einhver svona dans sem maður er alltaf í, sko. Sko, þú ert með fólk á öllum aldri í þjálfun. Já. Og þú ert bæði með fjarþjálfun eins og ég er í og svo ertu þjálfari hjá Exi. Já. Ertu ennþá að bæta við þig eða er bara orðið fullt eða hvernig? Ég hef einhvern veginn ekki tekið ákvörðun Nei, ég bara spáði ef að fólk er núna bara, mér langar að prófa olímpíska lyftingu. Já, þá klálega heyri mér, þú veist, og ég finn það núna að það er svona ekki mikið meira svigrúm fyrir mikið fleiri. Nema kannski svona námskeið, að kynna það á kynna. Við höfum verið með, sko, fjarþjálfunin, hún rúlar, þú veist, bara náttúrulega alltaf, þú veist, fólk kemur bara inn og út eins og það vill, þú veist, ég er ekki mjög svona business orienteraður í þessu, þú veist, mér finnst bara gaman að kenna fólki og sjá það bæta sig, að þú veist, þannig að fólk kemur bara, þú veist, og fer eins og hendar hverjum einu og maður setur upp eitthvað plan með viðkomandi sem hendar honum, þú veist, hvað hann er að gera og þú veist, og eins og yngsta hjá mér er 14 ára, þú veist, hún er að klára 10. bekk, 15 ára og elsta er komin yfir 60 og bara allt þarna á milli. Og maður er með keppnisfólk sem er að keppa úti á stórmótum og svo er maður með fólk sem bara er að mæta í rektina en vill samt fá svona styrtar miðað plan. Og svo höfum við í Exi verið að setja upp svona helganámskeið, level 1 helganámskeið og svo byrjuðum við í loka árs að vera með level 2 námskeið líka. Og level 1 námskeiðin eru hugsað sem svona bara því minna svo kannt í betra þegar þú kemur. Okay. Þú veist, það er eiginlega þannig að það er miklu auðveldara að kenna einhverjum sem kann ekki neitt. Já, er þetta að kenna gömlum hund að sitja? Já, og sérstaklega einhver sem kannski, þú veist, er búin að temja sér eitthvað ósið og búin að temja sér á lengi að það er erfitt að, og það er alveg hægt, tekur bara tíma, veist, að laga það er langþægilegast að fá einhvern sem bara veit ekkert. Það er langauðveldast. En það er sko greinilega aldrei of seint að byrja því að elsti keppandinn á HM var 96 ára. Já. Spáði því. Já, og það er grjóthart að sjá, sko. Já. Og það voru, ég heldur hafi 6 kallar í 85 ára eldri. Já. Það er elsti flokkur. Já. Það er ótrúlegt. Já, það er bara magnað að sjá, sko. Og ótrúlega, þú veist, gaman að þegar maður spáir aðeins í þessu, sko, þú veist, maður fylgist með núna einhverjum svona heilsurannsóknum og einhverju svona að styrtarfaktorinn í langlífi, langlífispælingunum er alltaf að verða meira og meira meiri. Já. Og ef þú hugsaðum, þú veist, lífsgæði fyrir fólk á síðustu árunum, þú veist, bara leið út hættur að geta staðið undir sjálfu þér, þá hrynja lífsgæðin svo svakalega. Já, algjörlega. Og bara... Og hreyfigetan, að geta bara klætt sig í skó, standandi, já, þú veist, bara þessi svona, já, bara þessi litli hlutir, þú veist, sem að við segjum vera litli hluti, en leið þú tapar þeim, þá eru þeir mjög stórir. Og þá er bara því sterkari sem þú ert í fótunum og mjöðmunum og bakinu og öllu þessu, því seinna mun þetta allt dembast yfir mann, sko, og vonandi bara aldrei, þú veist, vonandi bara getur maður alltaf verið hraustur, sko, og fólk er svona meira og meira að taka það í sátt að styrktaræfingar séu í raun og veru nauðsynlegar, sko, og ég meina að þú finnur það sjálf að, þú veist, algjörlega. Þótt þú hættir þessum hamagang að æfingarnar eru samt krefjandi, þú veist, og ef þú myndir mæla einhver svona brennslu hjá þér og eitthvað svona, þú veist, hún er jafnvel meiri á þungri styrktaræfingu heldur en 40 mínútur á einhverju hjóli. Einmitt. Ég fór í mælingu í Greenfit núna fyrir skömmu, svona ástandsskoðun, eins og bíllinn fer í. Og ég fór líka fyrir ári síðan og það var ótrúlega gaman að sjá hversu lítið VO2 maxið mitt hafði lækkað. Samt er ég ekkert búin að hlaupa, bara búin að lyfta. Þannig að það er ótrúlega skemmtilegt. Sérstaklega eins og ég segi í þessum ólympísku lyftingum, þú veist, þetta eru stóra hreyfingar. Og þegar þú komið stóra hreyfingar og mikla þyngd, að þá er, þú veist, þolkerfið þitt líka að vinna. Þú veist, auðvitað er ekki að vinna eins og ef þú myndir fara að hlaupa Laugaveginn, sjálfsögðu ekki,
en það samt alltaf einhver vinna í gangi, Já, og minna álag á líkamann. miklu minna. Já. Og auðvitað mínum að þetta miklu heilbrigðara, Já, það er miklu minna slit í þessu Einmitt. og ég held að komi fólki óvart, og skoðar hérna meiðslatölur að ólympískar lyftingar ekki mjög háar. Nú, það ekki. Nei, einmitt. Ekkert sérstaklega háar ef þú horfir á keppnis Það er rétt. elituna, auðvitað eru meiðslu, álagsmeiðslu og allt þetta, en miða við þyngdirnar og álæði sem að fólk er undir, að þá er þetta ekkert gigantist hátt, sko. Nákvæmlega. Nei, ég fer bara að bæta við svona einni, ég get haft það sem recovery æfingu þess vegna bara á hvíldardegi, bara að fara að hjóla í, 45 mínútur Já. á zone 2. Já, Ég held að það myndi hjálpa ótrúlega mikið, bæði 100% sko. endurheimt og Já. VO2maxinu og halda lungunum líka. Nei, og svo líka þetta, að þú finnir, og gaman að sjá svona mælingu þar sem þú fær þetta bara svart á hvítu. Já, ég ætla að fara árlega núna. Já, þá eru gaman að sjá þá hvernig þú ferð á næsta ári, Já, hvað kemur út úr vöðvamassi því. var aðeins búinn að aukast, ekki samt eins mikið og ég hélt. Nei, En þetta er 1 ár, en það er náttúrulega alls konar breytur, skilurðu. En ég er náttúrulega líka að eldast. já, Og það er bara erfitt að bæta sig vöðvamassa þegar maður eldist. já, Það er bara já. erfiðara, Já, og sérstaklega konur. já, og ég meina líka bara, ég fyrir munað mér að vera 23 og síðan 33, það er bara, það er hellingsmunur þar á upp á þetta að gera, Býttu þannig að vera 40 eða ekki? Já, 23, ég gæti bara, lifað á homeless og hamborgurum og ég var samt bara einhvern veginn 10% fita og það er ekki staðan í dag, Þú varst með stóran brennsluofn þá? Já, það var einhvern veginn ekki issue þá, Nei, nákvæmlega. En erum við búin að fara yfir allt svona sem þig langaði að því að þú stakst nú upp á að við myndum hittast og ræða þetta. Er ég að gleyma að fara yfir eitthvað? Já, ég held að við höfum alveg tikkað það í flest allt, Mér fannst svona, það sem ég langaði að taka inn var upplifun þín á mótinu, Já. og sérstaklega svona þessi andlega upplifun, hvernig þú fannst að það að horfa á þetta sem, ákveðin svona bara forréttindi, Já. að fá að vera með og geta þetta, hvað það er sterkt og hvað svona, hvað hver og einn þarf að finna hjá sér, hvað virkar fyrir hann og það er alltaf komið svona meira kempspælingar, og það er svona eitthvað sem ég finn að ég hef alltaf meira og meira áhuga á, og já, ég held að við höfum alveg náða að tikka flest bóksinn, Nei, ekki. Já. Svo er bara spennandi, næsta verkefni í Belgía 2026 og við náttúrulega erum með hóp sem er alltaf að stækka. Já, nú er það gaman, nú erum við farin að æfa einu sinni í viku saman. Já. Ég var svolítið ein á báti þarna í fyrra. Já, af því þegar þú komst til mín, þá var þetta einhvern veginn svo mikið farið í gang. Þið voru bara leiðinu út og boltinn var einhvern veginn farin að rúlla en LSI fékk ekki styrk til þess að styrkja ykkur. Nei, þau styrkja bara unga fólki. Já, en það er ISI sem er að því, það er ekki LSI. Nei, ég er líka fýblast. Nei, ég skil það svo sem alveg. En þá líka bara, í staðinn fyrir að tuða og væli við því, þá bara fundum við lausn á því með því að bara búa til hóp og fara þá bara saman út. Já, einmitt. Og ég var með alls konar viðburði til þess að safna mér fyrir ferðinni. Ég gerði það kannski eftir á næsta ári. Klárlega. Það var win-win fyrir, fólk var alltaf svakalega ánægt. Ég var með svona bandvefslósun og djúpslökunar viðburð og olympískar lyftingar. Já, við erum bara klárlega að gera það aftur fyrir Belgíu og eins og segja, við erum komið ágætis hóp sem að stefnir núna á að fara út. Fara út að keppa? Já, en gaman. Og ég held að mér bara bætast í eftir að því að nú eru nokkri sem eru svona bara, vera með og vilja gera meira á olímpískum og eitthvað en vilja ekki keppa og svo held ég leiði þau sjá fyrsta mótið og prófa að keppa hérna heima að þá svona fer þetta eitthvað að kýtla, Svona mótið er náttúrulega pínu flókin fyrir þjálfara af því að þetta eru svo margir aldursflokkar og þyngdarflokkar og þetta getur orðið bara þess vegna 8 daga mót fyrir þjálfaran, skilur það, því að það er keppt á. Já, ég er að bíða eftir því að fá að þeir birti dagskrána sína allavega á þyngdarflokkunum. Þannig að maður sjáu, verði ég í 4 daga eða 2 eða 10.
þú veist, og það er einhvern veginn svona, það er bara eitthvað þarna á milli, sko. En ein spurning, veist þú af hverju þeir eru að breyta oft þyngdarflokkum? Hver er pælingi þar? Það eru, sem sagt, það eru nokkra pælingar og það er kannski engin official pæling gefin út, þú veist, þetta er ástæðan fyrir því að við erum að gera þetta. Okay. Eitt er að ég veit að það var mikil umræði kringum Ólympíuleikana. Næstu? Já. 2028? Já, að ég raun og veru gera þetta færri flokka til þess að þetta væri ekki jafn stórt, þú veist, tæki ekki jafn langan tíma í raun og veru bara, þú veist, að því það er náttúrulega hellinga öðrum greinum. Já. Og ólympískir lyftingar hafa náttúrulega verið í smá stormasömu sambandi við Ólympíuleikana. Það? Síðustu ár. Eina greinin sem heitir Olympic. Já. En það var svona, þú veist, það var svona alþjóða ólympíska lyftingasambandið og einhver sambönd út í heimi voru svona kannski erfið varðandi eftirlit. Okay. En það, þú veist, það var bara tekið á því og það var bara gengið frekar hart í það mál og það var bara list. Og svo kom þetta líka að svona minnka þetta aðeins til þess að til þess að gera þetta svona aðeins minna sig bara held ég, þú veist, að hafa þá stærri og færri flokka og sem er mjög erfitt fyrir keppendur sem eru þarna einhvers staðar mitt á milli. Já, og það var alveg svona, þú veist, heit umræða þetta, þú veist, hjá keppendum bara út allan heim, sko. Bara eins og Eygló Fandal. Já, þú veist, hvað ætlar að gera? Ég er búin að taka viðtal við hana. Já, þú veist, og þetta er náttúrulega, þú veist, alveg rosa mikil breyting fyrir keppnismanneskju sem er búin að vera í sama þyngdarlóki og sömu líkamsþyngd rosa lengi, ætla að gera svona drastíska breytingu, þú veist, ætlar að, og þá kemur aftur, viltu þyngja þig 8 kíló eða eitthvað, þú veist. Já, því það er erfitt að þyngja sem 8 kíló af vöðvamassa. Já, þú veist, það er rosalega erfitt og svo bara upp á svona þitt sjálfsmat og þína sjálfsímynd, þú veist, viltu þyngja þig 8 kíló, þú veist, það er alveg spurning sem að þarf líka að taka inn og svo kemur þetta, þú veist, viltu létta þig það er bara eitthvað sem getur verið. Þá getur þú að hafa óheilbrigt samband við mat og alls konar og óheilbrigt líkamsímynd og eitthvað. Og það er alltaf, þú veist, eitthvað sem maður þarf að hafa mjög, ekki bara bak og eyra heldur, hafa mjög svona beint fyrir fram að því að missa ekki keppendur þangað. Því það er mjög algengt og sérstaklega ég fengi marga keppendur til mín, eða þess að iðkendur hérna heima sem að koma á ákveðinni íþrótt sem ég ætla ekki nefna ofnbærlega að eru bara í miklu vandræðum með þetta, þú veist, og þá hafa þjálfarnir verið að segja bara við þær, allt eru stelpur, þú veist, bara þær séu feitar og þær séu þungar og þær séu, þú veist, að borða mikið, en svo eru þetta stelpur sem eru að keppa kannski voru að keppa mínus 64 kíló flokki eða eitthvað svoleiðis, sko, bara, þú veist, þetta var í engum tengingum við neitt raunveruleika, sko, og þá var eiginlega fyrsta verkefnið þeirra var að koma sér út úr þessu áður en það gátu farið að styrkja sig eitthvað, sko. Af því að í fyrsta lagi, ef maður er vanærður, þá er náttúrulega bara aukin líkur á meiðslum, alveg svakalega. Já. Og þú munt aldrei ná að, sko, performa eins og þú vilt ef þú ert ekki vel nærður, sko. Og þið mun alltaf líða illa á ykkur. Já, fyrir það. Og þá er þetta ekki gaman. Nei. Þá getur þið sleppt þessu. Það er bara, þú veist, auðvitað koma tímabilið sem eru erfið og allt það, en ef það er aldrei gaman á æfingu, hvað ertu að gera? Þú veist, hvað er markmiðið, sko? Kannski bara fínt að vera orðin 44 þegar maður byrjar í þessu og ekkert að vera að spá mikið. Já, þurfi ekkert að stressa sig á þessu, sko. En já, eins og segja með þetta. Borða til að vera sterk. Já, nákvæmlega. Og bara því meira svona borða því betra, sko. Og eins og segja, ég hef alltaf hrifnað að fólk fari frekar upp heldur en niður, þú veist. En svo annað sem að gerist líka með þyngdarflokkana, að þetta líka býr til tækifæri til þess að búa til ný met. Það er líka svolítið svona, þú veist, annar vinkill á þessu sem ég held að sé svolítið stærri. Já, ok. Þú veist, eins og gamli mínus 105 kíló flokkurinn, þú veist, hann er ekki lengur til. En þá er hægt að búa til ný met í pluss 110 og mínus 100. Þú veist, þetta er svona, líka það held ég að sé pínu svona sölu aspekt af þessu, sko. Já, þetta er ég held að fólk sé allavega miklu meira nær hvað olímpískar lyftingar eru vonandi. Og hvað þetta er, af hverju þetta er svona skemmtilegt og í raun og veru, finnst þér allir geta stundað þetta? 100%, þú veist, og auðvitað, sko, fyrir hvern og einn þarf hann að finna, þú veist, hvað hentar sér. Þú veist, ef þú ert með eitthvað sem er í öðrum íþróttum,
að þá á hann klálega að nota ólympísku lyftingar Til að bæta sprengikraft og... Já, og styrk og hreyfigetu, en hann þarf að nota ólympísku lyftingar þannig að það virki fyrir íþróttina sem hann í. Og maður myndi setja mismunandi upp plan fyrir einhvern sem í fótbolta, handbolta eða spretthlaupi. En ólympísku lyftingar myndi hjálpa öllum þessum íþróttamönnum en á mismunandi hátt, fattarðu? Og ég hvet alla bara hvað aldrei sem ef þið eru að æfa einhvers staðar og það hægt að fara í ólympísku lyftingatíma, bara klárlega að fara. Og ekki, og það er svo oft sem maður heyrir, já, ég ætla að taka 2 mánuði aðeins sjálfur, að koma mér í form til þess að geta byrjað í ólympísku lyftingum, það virkar ekki þannig. Það er bara besta sem hún gerir er bara að mæta og byrja. Vita sem minnst, eins og Já, vita sem minnst er langbest og það er líka góðum þjálfurum að núti og við erum mjög heppin hérna heima með struktúrin núna, krossastöðarnar eru alla með lyftingatíma, við í Exi við erum með 3 lyftingatíma í viku og við erum með mjög marga, bara mjög færa þjálfara sem að leiðbeina þeim tímum og það er bara geggjað að geta komið, pröfa að mæti þá og ég veit að hinar stöðunar eru líka með það, flestar. Já, ég sá í sporthúsinu búið að þeir endurnýju fyrir eða hitti fyrir að það komið rosa flott svona Technogym tæki, en það eru 2 lyftingapallar bara í miðju rýminu, mér finnst það svo geggjað. Þá getur bara fólk verið að æfa lyftingar þar, já. Af því að eins og segir, þetta er bara, það er engin íþrótt sem þetta hjálpar ekki. Er það ekki bara góða logo? Jú, 100%. Nei, það var bara geggjað. Geggjað, heyrðu, takk fyrir þetta spjall, Kári, þetta var miklu lengra en við ætluðum okkur. Já, bara miklu lengra. Það var svo gaman. Já, það var bara snillt. Heyrðu, við bara sjáumst og heyrjumst á næsta ári. Ég gera það.